Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Verðu, þá það að fara í leikhús. Ég fór í Borgarleikhúsið á laugardaginn held ég og sá þar skammar þríhyrninginn sem að leikhópurinn Stertabenda setur upp. Það verk sem að leikhópurinn sjálfur semur og hingað eru komið svona hluti af þeim hópi. Hérna Bjarni Snæbjörnsson sem að leikur í sýningunni, Greta Kristín Ómarsdóttir sem er leikstjóri, Árni Pétur Guðjónsson sem að leikur og Kristrún Kolbrúnadóttir sem er líka leikari. Þetta svolítið svona, þetta ekki verk að gefnu tilefni eins og sagt Sannarlega. Já, við Greta fórum á stað með hugmynd fyrir 3-4 árum síðan að hugsa eitthvað svona dystopískan heim þar sem að við upplifum sterkt ásamt fleirum í hinsegin samfélagi að það væri byrjað bakslag í hinsegin málefnum og orðræðunni og já, og þá einhvern veginn byrjaði þessi hugmynd að koma upp og því miður þá það ennþá mikil þörf fyrir þetta efni í dag og þetta verk sko. Ramminn það ef að anti-vókið vinnur. Já, Eða við töpum, já, akkurat. Það verður þetta með halva glasið þetta það. Akkurat. Já, það náttúrulega klassist í allri baráttu sko, við stóðum okkur ekki nógu vel þessin unnu hinnir. Akkurat. Það eitthvað svona hugsun í þessu það? Já, meðal annars sko, en við erum líka bara kannski að reyna kafa ofan í einhverja svona hvernig umræðan fer fram. Við erum bara komið ógeð á umræðinni, alveg sama hvar við stöndum á þessum svona pólitíska ás held ég. Að rífast hvað einhver orð þýða og svo það svona vók og anti-vók. Já, vók og anti-vók og hvað þýðir þetta eiginlega allt saman og að við séum kannski erum að hengja okkur í einhver svona smáatriði, tala þú veist, gleymum því kannski að við erum að tala þetta fólk sem að tala fólk, ekki bara hugmyndafræði eða líffræði eða tölfræði, tölfræði eða orðsifjar. Ég sitt og tala svolítið mikið fólk og þá var ég varfið að þau var bóðið upp á í svona frjálsu spjalli að tala vók, þá svolítið nei, vá, ég nefnir ekki að tala vók og svo talaði fólk vók í klukkutíma. Þetta svona dæmi að vill ekki tala það en samt það að því. Sko. Já. Og við erum líka bara að reyna að skilja, þú veist, til þess að kannski þetta einhvers konar tilraun hjá okkur til að fara á eitthvað annað level í þessari umræðu að bara reyna að skilja hvað innan gæsalappa andstæðingar okkar, fólk sem á móti fólki eins og okkur og kallar okkur hugmyndafræði, hvað það raunverulega sem þau að segja, hvað meina þau, hvað þýðir þetta og hvernig myndi það líta út ef að þetta væri ef að þessi sannleikur væri eða þessi raunveruleiki þeirra upplifun væri ofan á, hvernig myndi þá heimurinn líta út? Og þetta sett upp í þannig heimi eftir einhverja ári, ég man ekki hvað það sé nefnd, 2030, 40, 50 eitthvað. Nei, þetta svona, þú veist, við náttúrulega erum að reyna að festa okkur heldur ekkert allt of mikið í einhverjum svona dítelum. Það samt líst svona eins og það hafi verið 50 ára tímabil sem við mistum til úr böndunum. Já, vókfaraldurinn hjá okkur svona frá 1970 til 1930. Já, þetta svona 100 árum eftir, þú veist, við svona allan að þær forsendur sem við gefum okkur að þetta svona 100 árum eftir 2030. Það að segja, þá erum við að gera ráð fyrir að það sé einhvers konar hápunktur af einhverju menningarstríði eða verði einhver styrjöld og siðaskipti 2030. 100 ára afmæli sigurs antivóksins. Já, akkurat. Og það svona forsendan sem við gefum okkur eins og þetta náttúrulega svo málna allar reglur sem við setjum og í verkinu hvað sem þannig að við erum ekki að festa okkur alltaf mikið í einhverju svona lógík. Þegar þú segir þetta þá svona langt liðið vegna þess að sömu leyti húmórinn í þessu að fólk man ekki almennilega hvernig þetta var. Nei. Herðu, en þetta svona ramminn og þetta bara beint inn í umræðu dagsins. Þetta pólitískt leikhús. Já. Mjög. Jú, heldur betur. Jú. En það var, þú veist, við vorum alltaf að lesa, maður las bara á Facebook og bara setningar sem við gátum notað.
eða orðræður frá þingmönnum og fleirum. Kastljós, Já, fréttir, fréttir. hvað er að gerast? Rauðaborðið. En þá fannst manni, sko, þegar maður situr út í sal þá hugsaði maður, þetta er eins og Revían, það er ekki söngur í þessu. Revían var einmitt svona, það var bara pikkað út. Jú. Og svo fór ég að líta í kringum mig og ég bara þekki ekki nógu vel inn í svona hinsegin samfélagið. Ég fór svona vellega við kannski bara meir en helmingur úr sannum tilheyrir samfélaginu. Þannig þá er þetta bara eins og svona uppsetning á árshátíð. Já, akkurat, nákvæmlega. Af því það hefur bara verið að sækja úr í þorpið. Já, akkurat. Já, þetta er bara svona þorrablót sketsar. Þetta með það. Já, ég er að meina það. Já, akkurat. Og ég er bara að meina það hvort að það megi verið að sitja það upp í alvarlegu leikhúsi. Já, af hverju ekki? Svo sannlega. Það er bara nákvæmlega það sem við erum að gera. Líka að reyna að hlæja þessu, sko. Já. Því maður, einmitt, liggur yfir, kommentaþráðum og fjölmiðlum og þetta er svo þunglítislegt, sko. Og svo erum við að reyna að hlæja þessu. Þetta er mjög fyndið, náttúrulega. Já. Og talandi svona þessum tengingar, þá er það því að ég býst við að flestir sem að koma nálægt þessu séu einhvern veginn hinsegin eða kynsegin eða tengist því. Og maður hugsaði, já, þetta er líka þannig, þetta er eins og maður sé að uppistandi á svörtum uppistandara sem að má hæðast af og segja ennorðið og fleira sem aðrir mætti ekki segja það. Þið megið segja þetta, þið megið hæðast að þessu. Þannig að það fær allt öðruvísi svona viðtöku heldur með þetta væri sett upp af þingflokki Miðflokksins til þess. Ég sem ímynda okkur það. Oh my god, Þeir eru eitthvað að bæla í að setja upp. Landsþinginu helgina. Þeir geta gert það á landsþinginu helgina. Tekið nokkra sketsi frá okkur. Nákvæmlega. Já, það er líka bara, þú veist, og líka leið ekki bara hinsegin fólks heldur margra minnihlutahópa í gegnum söguna að takast á við málefni líðandi stundar ef þau eru erfið og traumatiserandi að gera grín að því. Og það er svo heilandi að fara í gegnum það, sko. Og ég ætla að fara þarna að nota það sem að við nota til þess að lemja ykkur. Já, akkurat. Og maður sá það sem að var svona kýtlandi fyrir marga sem að voru upp á sviði. Að vera einmitt í þessari stöðu. Akkurat. Það er, jú, mjög gaman. Það er mjög gott, mjög gaman að einhvern veginn að svolítið svona setja sig í þessa stöðu og spyrja áhorfendur, er það þetta sem þið eru að tala um? Meinið þetta? Viljið þið þetta? Er þetta framtíðin sem við viljum fyrir okkur? Það var mjög skemmtilegt, sko, en erfitt líka. Já. Og þú veist, það er alltaf erfitt að horfa á alls konar ljót skilaboð og komment og skít sem fólk setur á Facebook og annars þar. Já, en þetta svona eitthvað form á þessu svona? Já. Því eins og ég er í vandræðum, ég er svolítið að leika mér að tína til eitthvað sem er óvirðulegt í leikhúslífinu, árshátíð. Sko, já, við náttúrulega vinnum með, náttúrulega gerum þetta öll saman, þú veist, við erum öll höfundar að þessu og þetta er bara, leikararnir búin að svoleiðis þræla sér út að búa til efni alls konar svona fundið efni, bara í mjög langan tíma. Við byrjuðum að workshopa fyrir meira en ári síðan og svona reyna að tækla þetta eitthvað og svo náttúrulega púslum við þessu saman og þá verður þetta svolítið þannig að fyrir hlé er bara svolítið hratt tempó og þetta er bara svolítið revía, bara svolítið grínsjó, sko. Sketsasjó. Já. Svo er skiptum takt. Já, og það er alveg viljandi, sko, að við erum að leika okkur líka alveg með að brjóta upp leikhúsformið, við erum alveg líka bara mjög mikið að svona sprúðla með leikhúsi sjálft, tölum mjög mikið, þetta er svona mjög mikið svona meta, við, þú veist, tölum samningin sem við gerum í leikhúsinu, við tölum fjórðavegginn og aðferðirnar og sem að þau eru náttúrulega líka, þessar persónur í þessum heimi eru að uppgöta því að sjálfsögðu leikhús líka bannað í þessum heimi. Það er náttúrulega má ekkert vera að þykjast vera eitthvað annað en þú ert, væntanlega. Og leikhús er hættulegt, sögulega, ég meina það hefur verið mikið bara svona baráttutæki. Er ekki líka verið að vitna í ykkur svona leikhús? Jú, byrju fyrir það, sko. Og setningar sem að ég bara ekki nógu... Alveg, sko. Ég bara vissi að ég ætti að vita hvernig það væri, en ég náði ekki. Við erum alveg að nörda yfir okkur, sko. En það er líka alveg til þess að
þú veist, það nú samt ekkert eitthvað aðalindtakið, þú veist, það í rauninni kannski bara svona lítil svona easter egg eða svona litli glaðningar fyrir kannski leikhúsfólki sem kemur, sem tengir við þetta á einhverju öðru leveli. Og við erum að tala líka Borgarleikhúsið sem náttúrulega kynvillubæli og þar eru margar hættulega sýningar settar upp eins og sem eru svona hinsegin sýningar, Galdrakallinn í Ós og Rocky Horror Picture Show og Fjallabak og svona. Sem við hæðum svolítið að. Við hæðum svolítið að því, sko, já, þannig að við erum alveg að leika okkur með leikhúsformi, bara svona eins og köttur og mús, sko. Það líka, sko leikhúsið það eitthvað með leikhúsið getur gert fólk óhamingjusamt. Þess vegna mjög gáfulegt að banna það leið og hinseginleika og fleira. Það ekkert gott að fólk sé, til dæmis, við vitum það, til dæmis að í Bandaríkjunum, já, sem að takja þau, að þau eru svolítið mikið að byggja á því núna, stjórnin þar, að stoppa ýmislegt vegna þess að það gerir fólk óhamingjusamt. Bækur hinsegin málefni, leikhús hinsegin málefni, eða leikhús loftslagsbreytingar, eða bara eitthvað sem gerir þau óhamingjusaman. Og þá mjög gáfulegt bara að banna það. Og þú veist, það kannski ekkert langt í að leikhús verið bannað. Því það komið, sko, kemur alltaf bara eitthvað svona sensor eða skilgreining á hvað má sýna fólki til þess að gera það, þú veist, ekki óhamingjusamt. Og þess vegna finnst mér að samlíkingin með leikhúsi og hinseginleikanum bara mjög mikilvæg. Bara því að, sko, það þetta með að, þú veist, ég segi þetta innsetningi hjá mér, þannig að það gerir engum gott að gera sér tilfinningar sem eru ekki sannar, af því það gerir það óhamingjusaman. Og við eigum alltaf að vera svo hamingjusam. Og við eigum ekkert vera að lesa einhverja bækur sem eru, við segja eins og To Kill a Mockingbird, og það marga bækur í Bandaríkjunum sem eru bannaðar núna, vegna þess að það gerir fólk innan gæsaleppa óhamingjusamt eða ruglað. Og margir trúiði þar að það væri hægt að lækna þig af þeim tilfinningum sem gera þig óhamingjusaman. Getur gert þig bara venjulegan. Já. Bara hvað þú lest og hvað þú heyrir og hvað þú sér. Við sjáum það líka, sko, við sjáum líka dæmis eins og bara bíómyndir og fleira. Þetta að vera meira og meira, þetta að vera einsleitara. Akkurat. Það ekkert mikið, þetta eins og mamma gamla þegar maður var að horfa, þú veist, á sjónvarpsþætti, ameríska sjónvarpsþætti, það alltaf býttu, er þetta mamman? Nei, þetta er dóttirinn. Nú, en er þetta það mamma? Nei, þetta er amman, að þau voru allar eins. Það var ekkert verið að sýna það að fólk geti verið eitthvað öðruvísi, eða lítið öðruvísi út, eða verið kannski eitthvað smá talgalla eitthvað, nei. Og þá minnir mig á bók eftir Kurt Vonnegut sem það var nú að gera sjónvarpsmynd, kannski sjónvarpsmynd, og þá sem sagt, þá má enginn vera of góður. Þá ballettdansarinn, hann látur hann hafa lóð, þannig að hún verður ekki of létt. Og þú þulurinn í sjónvarpinu, hann mjög talgalla, þannig að enginn verður afbrýðisamur, enginn líður illa. Og fólk þolir það náttúrulega ekki eitthvað sem að skara fram úr. Nei. Þannig að það svona eða ekki, jú. Það svona til, svo tilfinning. En þetta líka bara svo ég halda áfram með kynvillubæli leikhúsið, af því að það okkur mjög hugleikið. Þessi leikhópur hinsegin og hefur verið frá upphafi, næstu í 10 ár síðan við byrjuðum, og við vorum líka leitað heimildum alls konar, bara hvernig hefur verið talað til dæmis hinseginleikan sem náttúrulega var bara talað kynvillu. Og það var ein af greinunum sem við fundum var eitt skoðanagrein, ég man ekki alveg í hvað blaði, rétt eftir stríð, seinna stríð, og þar einmitt talað að það sem að samfélaginu, samkvæmt greinuhöfundi var að fólk sem hann kallaði N-orðið væri komin til Íslands, djass væri komin til Íslands og leikhúsið væri uppspretta allsils. Það verður að spilla menningun okkar. Já, verður að spilla okkur og menningun. Alveg að leiða ungdóminn. Nákvæmlega, þannig og þetta nú bara orðræði sem að við vorum erum að takast á við þessu verki sem og þetta fer bara í hringi í gegnum söguna, bara aftur og aftur spólast einhvern veginn sama orðræði upp aftur og aftur, bara gagnvart mismunandi hópum og mismunandi hátt. Já, en það meira núna út af samfélagsmiðlum. Akkurat, það eru allir fastir í sínum búblum, sko, eins og við vitum all. Já, ég veit ekki, þú varst að spyrja form, en einmitt það líka góði punktur þetta með
að því við förum líka í fortíðina, þú veist, og lásum mikið einhver svona alls konar sagnfræði og eitthvað og leikhúsið var að kalla náttúrulega bara kynvillibæli og tala mikið þjóðleikhúsin og opinbera stofnun sem var þjóðarhneyksli að væri með kynvilling á launaskrá. Og þetta hefur alveg loðað við náttúrulega listamenn, það er svona samnefnar að við séum einhverjur svona afglapar og afvætur á samfélaginu og sagan náttúrulega kannski fer ekki í hringi en allavega hana rímar hún. Þannig að þetta er alveg mjög mikið að koma tilbaka núna, ég meina árlega og núna með ennþá meiri krafti að vera að tala listamannalaun og svona, en varðandi formið, þú veist, þá erum við náttúrulega bara að leika okkur með bara öll þau verkværi sem við kunnum í hópnum og erum bara að, þú veist, af því að það í rauninni kannski inntakið sem ræður forminu það er þessi svona revía fyrir hlið, það sem við förum bara ofboðslega hratt og náttúrulega höllum okkur mikið inn í þessar forsendur sem eru í þessum heimi, þetta eru þessi safnverðir sem eru sérfræðingar í þessu útdauða vók tímabili og svo var náttúrulega bara markmiðið okkar að koma áhörfundum alltaf á óvart og svolítið svona Monty Python now for something completely different að áhörfundur myndi aldrei vita hvað væri að fara að koma næst og það var alveg svolítið svona vísvitandi ásetningur hjá okkur að þú veist, að ruggla svolítið í fólki, sko. En þetta er samt raða þannig að maður hlær fyrst og svo kemur meiri alvara og það er ekki hægt að raða því öðruvísi, sko. Nei, og það fer upp og niður, sko. Og við svona svolítið stokkum alveg upp eftir hlýja, þá höldum við ekkert áfram endilega með þessa revíu. Nei, þá kemur svona setup sem er eiginlega eins og kosningasjónvarpið, þar sem að fólk stendur við Hannaprikkin, sem að stundum kemur inn að þetta er svo mikið leikhús, sjónvarpið og fleira. Og að því að kemur svona úr fjölmiðlunum þá verður svona ýmsa tilraunir til þess að láta sjónvarpið koma inn á leiksvið og það er ekki alltaf gott, sko. Af því það er eitthvað, kannist við það sem eru settir upp í svona talkshow eiginlega, er hluti af leikriti og minnst alltaf verið eitthvað svona vandræðagangur með þetta. En þarna fannst mér þetta að því þetta var bara eins og fundur sem við sett upp. Þannig að við sittum út í sal og allir tala bara þangað. Þannig þá verður það svona öðruvísi. Það er ekki... En það er formið notað. Já, við notum það form. Já, og svo er bara líka svona umræðu að sko, ekki enda vel. Já. Það er ekki happy ending, eins og maður kallar það, hamingjusamur endir. Já, þetta er harmleikur. Þannig að þetta endar í harmleiki eða sem sagt að það er svo algengt í mitt sambandi við svona leiksýningar að það endar svona sérstaklega eða hinsegin sýningar eða hinsegin bíómyndir að gefa fólki von við gefum enga von Það er bara búið það er bara engin það er allir drefnir bara þetta er bara Hamlet þannig virkar harmleikur þetta er náttúrulega svoleiðis fólk á sviðinu sem er vanalega deyr eftir já, það er sko, ég dey allir Homa dey alltaf konurnar enda líka konurnar deyja, transfólki deyr fyllibitturnar þeir deyja það deyr allt saman listamaður eins og þjakaður, hann deyr já, hann deyr hungri en það er hérna hæðni og ádela en svo er líka hangir þannig yfir svolítið góðsögn sem þeir eru svolítið að snerta að hinsegin samfélagið eða menningin eða kultúrin hafi gefið leikhúsinu hlutfallslega miklu meira að þið eigið miklu meira í leikhúsinu heldur en að meðal meðal ljónin meðal miðflokksmaður og trúið þið því að leikhúsið hafi þróast oflega sömuleyti út af veikri stöðu hinsegin og kynsegin fólk sem að einhvern veginn notar þetta form til þess að Já, ég meina við tölum alveg svolítið ekki beint sko en við tölum alveg ávörpum aðeins svona Bertolt Brecht og við notum verð fremdung alveg gegnum gangandi vinnum Kristrún alltaf segja okkur hvað klukkan er og við erum stödd í Kringlunni hún leikur svona mannauðstjóra sem fer fyrir svona öryggismálum og passar að áhorfendur sé ekki að lifa sig of mikið inn í atriðina því það er náttúrulega hættulegt en það, þú veist, það var ég býð eftir, kannski mun ég gera einhvern tímann í ellinni að fara sjálf í þessar rannsóknir en ég er svona býð eftir að einhver sagnfræðingur, einhver leikhússagfræðingur taki það fyrir og sanni það sem að mig grunar svo sterklega er að Bertolt Brecht hafi inspirerast með sínar kenningar episka leikhúsið af kabarett
og hinsegin listformum sem eru svona nátengdari kannski sex work og sögulega og koma úr hinsegin menningunni sem eru dragsjóin, kabarettsýningarnar, burleskið. Því þar þetta, við ávörpum á áhorfendur beint og við horfum í augun á fólkinu og ég veit að þú veist að ég veit að þetta í þykjustunni en við ætlum samt að láta eins og þetta sé í alvörunni í smá stund. Og þannig að já, ég held alveg að við eigum sögulega hinsegin fólk eigi mjög mikið í svona bara leikhúsarfleiðinni, sko. Þetta svona ég hef engar rannsóknir til að vísa í varandi þetta með Brecht og kabarettinn. Þú ert ekki eina í heiminu sem heldur þetta? Ég er ekki fyrst eða síðust til að halda þessu fram. Og það eru svona dragsjó og burlesk og kabarett og fleira sem eru kannski mjög nálagt hinsegin samfélaginu, svo ertu komið það sem stígur skref í áttina leikhúsinu eins og söngleikinnir á Broadway sem að þróast í samfélagi sem að þekkir þennan heim. Já, og bara meiri hlutin og ennþá í Broadway og West End eru hinsegin fólk sem að kemur að þeim uppsetningum, sko. Ég veitnaði nú hérna daginn að þegar vorum að tala Moulin Rouge að það var einhver sem að sagði það í Broadway að AIDS-faraldurinn hefði verið stórkostlegt áfall fyrir þróun söngleikarins. Að við mistum bara helmingin áhorfendum okkar. Já, og ef við förum ennþá aftar í tíman bara í varandi söngleika kvikmyndina til dæmis, þegar nú rannsakaði ég það. Ég rannsakaði kamp hugtækið og bara þegar ég var í ensku í háskólanum og þar var náttúrulega bara Busby Berkeley og öll þessi íburðmiklu dansatriði í þessum gömlu gullaldar söngleikjamyndum voru svona laumuleg svona nod eða svona nikk til hinsegin fólks sem að var að horfa á bíómyndinar. Þetta var svona tungumál í gegnum hreyfingar og söng og íburð sem að hinsegin fólk tengdi við þegar það var í gangi í neðanjarðarsenunni, nákvæmlega þessar sýningar. Svo voru það bara settar upp fyrir pöpulinn eða fyrir almenning sem bara svona aðeins hvað segir maður, svona aðeins auðmeltanlegri útgáfu en þær voru þar samt. Þessi undirteksti þarna. Já, þessi undirteksti þarna. Sem að fer bara yfir hausnum á mér. Svona leynikóði, svona blikk í myndavélar. Eitthvað sem er í þessari sýningu sem bara fer yfir hausnum á mér. Já, alveg. Það getur vel verið. Og það er vísvitandi líka, við erum alveg líka að gera þetta fyrir okkar, þetta er líka árshátíð Þorrablót fyrir hinsegin fólk. Þess vegna bauð ég lesbíu með mér í leikhúsið. Já, hún kom svona, þau ætla víst alveg að strauja yfir lessurnar og var að tala Birkenstock skó og vesti og það var karabína. Það var karabína. Hönd líka, plasthönd. Þau halda að sé kynlífstæki lesbíu og hendi. Þannig hún kom svona alveg tilbúin í árshátíðagrínið. Það hefði gert grína sér. Já. Hún er ekki beint svona Birkenstock lesbía en allir þannig að fyrir okkur Það er ekki allar eins. Það er vist ekki allar eins. Trúlegt en samt. En á ég þá eitthvað erindi á þessa sýningu? Já. Hvað finnst þér? Mér finnst mjög gaman, sko. Já, sko. Já, það er þetta, sko. Ég tók eins og eftir því að sko salurinn, að ég sat einhvern veginn ekki að horta á salinn og því ég er með þennan þátt og þá finnst mér einhvern veginn að ég sé ekki bara leikhús, ég er líka fulltrúi salarins einhvern veginn. Og mér fannst, sko, fólk tók þessu mjög mismunandi. Það var þess maður sem satt við hliðina á mér, hló rosalega mikið, ekki að sömu atriðum og fylgdarkona mín. Nei, einmitt. En ég held að það hefði verið mismunandi svona túlku meðtaka í salnum. Já, mér finnst bara gaman að leikhúsið það sem þú ert með, nú hefur þú séð einhverja sýningar sem ég hef verið í og það er heilmikið sem fer yfir hausinn á sömu. Mér finnst bara gaman að gera sýningar þar sem þú ert með mismunandi, sko, að fólk fær mismunandi áhrif af sýningunni. Já, við viljum ekki mata áhrifundur. Við viljum bara að fólk komi og sjái og túlki fyrir sig og upplifi fyrir sig. Við viljum ekki þröngva einhverju gríni eða einhverjum skilabóðum til fólks. Við viljum bara fólk fá ákveða sjálft. Já, og bara mismundur upplifanir. Og ekki einfalt, þetta trúaðið í mig. Við nefndum hérna tilvitnanir í leikhússöguna sem ég fann að var þarna en ég var ekki alveg, ég ætla ekki að fara að elda þetta. Nei, ég hef stundum verið unnið með leikhúsfólki sem hefur voða gaman því sem að kalla tilvitnanir.
þú veist, bara tilvitnanir í bara listasöguna eða söguna eða í leikhúsið og mér finnst það mjög spennandi og það kannski stundum í að leika eitthvað sem kannski bara ég nokkru aðrir skilja og það bara mjög, já. En það líka hægt að skilja á náttúrulega mismunandi levelum. Ég meina nú leikur Árni Pétur fyrir hlýja leikur sagfræðing, konu sem sérfræðingur safnsins í leikhúsi og útdauðri vókmenningu og sem þessi karakter þá rosalega eðlilegt að hann sé að fara með línur úr leikritum og tala mátt leikhúsins og vísar í alls konar sko kanonur úr leikhúsbókmyndunum Veit Martin skilur fátt. Sem að þarf ekkit endilega að vera sko, þú þarft ekkit að skilja endilega nákvæmlega tilvísanina til þess að skilja samt inntakið í þessari persónu og bara, sem bara sérfræðingur í þessu fæi en það líka hægt að skilja það á öðru plani á sama tíma alveg eins og ef hún væri að leika jarðeðlisfræðing og væri alltaf að tala jarðeðlisfræði en ekki leikhús þú veist á maður skilur samt alveg típuna og sumt fólk sko, sumir skilja þú veist, allt bara miklu dýpri merkingu í þessum leikhústilvitnunum og sumt ekki that's how life is en hennar saga fer samt sem áður, kemst samt sem áður til skila og hún á mörgum mörgum plönum já, það var þetta ætlunin að hafa þetta mörgum plönum að þetta væri svona mismunandi plön sem væri fyrir áhörundur að skilja og virkaði það ykkur? Já, allavega finnst mér það Ég upplifi það, ég búin að heyra frá fólki sem Af hverju kom ekki fram þegar þú klappa? Sko, ég veit ekki sko, fínu leikkópan út í heimi því ég nú Sildur og var stjárn út í heimi þá var ekki klappað hjá Grotowski og Eugene Barba í stóru leikkópum sko, sem voru svona alþjóðlega leikkópar þá satt fólk eftir og bara, já, því það svona það fer stundum í taugarnar þegar leiksýning sem hefur mikil áhrif á mann að það bara, já, það búið það er svo mikið losun í því já, leifa bara fólki að sitja með hlutina í þögninni og halda áfram að pæla í þessu og það engin sko, ég segi sko frumsýningar hafa ekkert með leikhús eða listina að gera klapp hefur ekkert með leikhús eða listina að gera gagnrýnendur hafa ekkert með leikhús eða listina að gera það alltaf sett sama merki það komið einhver svona ritual eitthvað svona stefna bak eftir leiksýningu þá þarf þetta að gerast, það frumsýningapartí, það klappað, það gagnrýnendur. Þið voru með frumsýningapartíð, ekki? Jú, við gáum eftir. Ég myndi ekki vilja hafa, ég myndi segja, nei, ég vil ekki frumsýningapartí. Það vil fara heim og leggja sig. Já, og ég vil ekki hafa frumsýningu, ég vil bara byrja að sína. Bara einhverstað byrja kannski að sína í Keflavík og svo koma til Reykjavíkur og svona. Nei. Já, en þú veist, það þarf ekki að segja það sama sem merki alltaf. Það komið svona heilt business í kringum leiksýningu. Þetta var ákvörðun á ykkur að ekki fara fram. Já, við sjálfsögðu. Sátu svona og þeir Nei, við sátum alls ekkert svona. Nú er bara að knúsa hvort annað og ganga frá. Það bara við döið. Þögnina eftir skiptir máli, mann sér þetta stundum á stjórnundum og sinfóníutónleikum að þeir reyna að halda í þögnina eins lengi og hægt þykjast vera að fara að stjórna eitthvað bara til að fá smá þögn áður en mér finnst það svo fallegt að fólk bara situr og bara smá andakt. Það komið núna að byrja allir standa upp og ég veit ekki hvað það orðið eiginlega síður og byrja að öskra áður en að síðast það eiginlega bara verið að segja að sýningi sé glötuð ef þú sendur ekki já, akkurat þannig þú veist ég var svolítið hef alltaf verið svolítið móta því ég þetta Sildur og alltaf út í heimi en það var ég á tónleikum og þá satt maður hliðin á mér sem sagði veistu okkur fólki klappar svona mikið það er svo fegið þetta búið ég veit Já, en við röndum náttúrulega í vikunni fyrir frumsýningu og þá fengum við oft áhorfendur og það venja að hneigja sig ekki eftir general og æfingar maður gerir það ekki fyrir frumsýningu svo þá biðum við alltaf bak við búrið og svo einhvern veginn bara fannst okkur það passa verkinu að hneigja okkur á bakvið og standa ekki upp af því að því að Embla náttúrulega sitjandi í sínum stól og okkur langaði bara öll að vera á jöfnum grundvelli og gera þetta, byrja þetta enda þetta eins og við byrjuðum þetta bara saman. Þannig ég held að við bara byrjum að því að búa til nýtt trend bara að hætta að klappa alltaf eftir. En að því að þetta endar svona þá það náttúrulega eins og það að koma ekki fram eins og því bara hverfið. Já, við vildum alltaf kannski líka í að því að þú veist við förum
og við komum ekki aftur. Já, það er reyna sinna. Og það verður kannski allt í lagi með okkur í okkar hóp og það er bara gaman hjá okkur, en þið fáið ekkert meira af okkur ef þið gerið ekki neitt. Já. Sko ég hef verið að hugsa þetta, já, er að reyna að skilja til þess að sem að gerst í Bandaríkjunum og hlusta á þessar ræður og hlustaði á Trump þruma yfir hersöðingjunum og Hexet þurðulega ræður og að því að maður, einhverju er þetta ótrúlega óhugnalegt að þessi tími sé að koma og stundum erum við að ræða við erum bara stödd á millistríðsárunum í svona upplausna tíma og það virðist vera að þessir séu að taka, ég veit ekki, kyndilinn, þannig allir eldi og eitthvað svona. Það er svona einn tilfinning sem maður hefur. Svo var ég eitthvað tímann að því að við hugsaðum svona á leiðinni í vinnuna. Nei, come on, þetta bara meikar engan sens að þú veist, þetta lið vinni. Það er bara búið að hleypa allt og mörgu út úr mörgum hvað heitir það sem kemur út úr lampanum hann? Reykur, nei. Nei, það er svona einhver vera sem kemur. Já. Það var hleypað mörgum öndum út úr lampanum. Þú veist, kvennabaráttan, frelsisbaráttan svartir í Bandaríkjunum, hinsegin baráttan. Það er bara no fucking way að þeim takist að tróða þessu öllu aftur ofan í lampan. En svo náttúrulega ekki fylgir þessu náttúrulega við verðum þá að berjast fyrir því að það gerist ekki sjálfur sér. Nákvæmlega. Hvernig er því að þetta er kannski svona stærsta svona spurning dagsins í dag. Erum við að missa þetta, bara allt sem hefur verið gott gert eða munum við halda því? Við ættum ekki að vera að tala annað en þetta. Rétt. Hvað finnst þér? Erum við að missa þetta? Við þurfum allan að halda vel á spöðunum. Þú veist, það er hvað sem að fólk segir og hvað sem þeir eru þingmenn eða ekki, þá er bakslag til dæmis í gangi í hinsegin málefnum og það er bara, þú talar Bandaríkin og fleiri löndum í Evrópu, þar er verið að draga tilbaka réttindi, mannréttindi sem eru sjálfsögð að vera að taka þau tilbaka af fólki og af viðkvæmum hópum sem að eiga mjög vök að verjast bara í tilvist sinni, þannig að þetta er hættulegt og við verðum að spyrna við fæti og hvaða leveli sem við gerum það, hvað sem er í umræðinni eða listinni eða sem stjórnmálamenn eða hver sem er. Þannig að já, ég held að hættunar eru þarna og við megum ekki sofna. Þetta er óendanlega mikilvæg bara það sem við verðum að taka þátt í. Óendanlega mikilvæg. Greta, óttastu að Já, ég held að það sé bara ansi stutt í það, sko. Ég er bara mjög uggandi. Það var óbáslega gott svona fyrir mína andlegu, bara fyrir mína geðheilsu að fá að gera þetta verkefni með þessum hópa fólki, að fá þessa úrvinnslu, fá þessa losun, bara mjög heilandi ferli fyrir okkur að fá að velta okkur upp úr myrkrinu og öllu sem að steðjar að okkur og sprella með það bara og vera út á gólfi með einhverja lampaskerma á hausnum að djöflast í hverju öðru, skilur, það var alveg æðislegt, sko, en svo klára maður þessa frumsýningu og maður sé líka bara á hvaða plani umræðan er, hvernig er talað okkur, orðin sem að fólk lætur út úr sér og viðbjóðurinn okkur og ég meina það er ekki bara þegar maður tekja eftir því þegar kemur manni nær, við líka sjáum hvað fólk er að voga sér að segja opinberum vettvangi Möggustínu núna, bara í dag og grimmdin og bara af mennskandi horbjóðurinn sem fólk er að láta út á opinberan vettvang mannslíf bara líf fólks og limi, taka það úr samhengi og þú veist, maður er bara svolítið hræddur ef að þetta er ástandi að því við erum náttúrulega líka lokuð inn í okkar búblu, hinsegin fólk, við erum alveg þú veist, og maður er inn í sínum vók kreðsum og heyrir kannski ekkit annað heldur en þetta, en ég meina hvenær ætlum við að læra, ég meina við fengum öll áfall þegar Trump var kjörinn 2016, bara hvernig í ósköpunum getur þetta gerst og svo bara er hann endurkjörinn og við þurfum að fara að taka þetta alvarlega og ég meina eins og Bjarni var að segja, þú veist, við sjáum það bara í ríkjunum í kringum okkur sem við berum okkur saman við, það er verið að afturkalla réttindi sem er búið að berjast fyrir í 10 ára og 100 ára
Þannig að það og alveg saman hvort sé Roe Wade eða réttindi transkvenna eða lagaleg skilgreining á stöðu transkvenna eða réttur til þess að fara í þungunarrof eða hvað sem það það þarf ekki, þetta gerist á einni nóttu. Þetta gerist með einum kosningum. Við erum einum kosningum frá þessu sko. Það er fljótlegt að eyðileggja það sem tók langa tíma að byggja. Já, þetta tekur eina nótt. Það er bara og geti gerst bara allt í einu að þá verður þið skilgreind sem andstæðingar samfélagsins og við erum ekki að taka alvarlega og þegar fólk fer og opinber þingmenn fara fram með og segja og gaslýsa okkur og segja að það sé ekki bakslag í gangi, það er bara stór hættulegt. Þetta og þá að því þetta það ekki hægt að taka sko tilbaka svona breytingar og þegar það er búið að normalisera það að tala svona hvort annað á opinberum vettvangi eins og er verið að tala okkur, tala hinsegin fólk, tala transfólk, tala innflytjendur, tala fólk sem er ekki hvítt á litinni á þessu landi og tala fólk sem bara eins og Möggustínu líka bara, á hvaða plani umræðan er. Og þá erum við bara líka að normalisera það að okkar líf eru einskisvirði, mannslíf eru einskisvirði og af hverju ættum við þá að hafa réttindi? Af hverju ætti hinsegin fólk að hafa tjáningafrelsi? Það er bara Coca-Cola, eins og Coca-Cola, það er bara brand, þetta er ekki manneskja, þetta er bara hugmyndafræði. En þá áhrifin af Trump er bara svona brútalismi. Já, bara aftenging frá, það er bara búin til óvinnur vegna þess að, þú veist, og maður veit alveg maður alveg, mér hittnar sko þú veist, allar þessar sem hljóma eins og galnar samsæriskenningar en það eru bara gögn þetta, ég meina það var hann frábært viðtal í Kveik einhvern tímann í vetur eða síðasta vor allir ekki við hann Neil Data sem að segja bara þetta er bara lobbyismi vegna þess að það er þú veist, það er áskorun í öllum ríkjum á norðurhveli jarðar er hrun í demografíum af því að við vitum það þegar konur fá aðgang að háskólamenntum og þá eignast þær færri börn og það eignast börnin seinna. Ég er að tala á heimsvísu. Já, það er öfugt hérna. Já, og það eru bara hópar af því þetta hugnast ekki kapitalísku hagkerfi að það fæðist færri börn. Þannig að það þarf að láta konur eignast fleiri börn og til hvernig gerir maður það? Það er að fara í kynfrelsi og kyntjáningafrelsi, ráðast á transfólk og taka tilbaka kvenréttindi. Gera það markvisst af því það er ekki og það fyrst að fara í hugmyndafræðina þú þurft að selja konum allar þessar bylgjur, þetta tradwife, þetta dæmi er bara áróðursmaskína sem er rekin bara fyrir billjónir dollara í gegnum Brussel þú veist, þetta ég er ekki að bulla sko, þetta er bara raunveruleg staða og þá hendar ekki hagkerfinu að konur sé að eignast svona fábörn og það þarf að segja okkur að við erum bara konur og konur eru svona og þær hafa þennan tilgang og þetta er þeirra hlutverk og konur geta ekki verið kallmenn eða kallmannlegar eða verið sínar eigin fyrirvinnur eða skilur við, það þarf að fara hugmyndafræðilega í þetta taka öll þessi vestrænu frelsiskildi, taka þau niður til þess að við trúum því að já, að sjálfsögðu eiga konur ekki að hafa kosningarétt að sjálfsögðu eiga konur ekki rétt á því að fara í þungunarof skilur við og ég er að ranta mjög mikið en þetta tengist allt hérna þú ert að tala af svona temmilegri ákefð svo heyrir maður að það er svona sko 10% af þér sem er að velta fyrir sig ég er að hljóma eins og svona samsæriskenningar þetta hljóma náttúrulega eins og samsæriskenningar þetta er svolítið magna það sem upplifur hann segja satt upplifur allt í hann segja hljóma eins og samsæriskenningarmaður sem er þá sem er komin algjörlega út á jaðar í samfélaginu já þannig að það er bara þannig það er bara þannig. Árni Pétur, ef að er andi í flöskunni, þá er það kannski þú ert svo kynslóð sem komst út úr flöskunni. Heldur að þið verið tróðið aftur í flöskuna? Ég veist það, allir lífeyrisþegi á nóga peningum og ég er búin að sanna mig og þessi dóttir mér segir, Árni minn, bara pabbi, bara slakaðu á, við sjáum þetta unga fólkið. Nei, ég held ekki, en mér finnst það rosalega
sko ég held að bara samfélag tapi svo rosalega á því að setja okkur aftur honni í lampan. Ég held að það sem ég hef stundum hugsað sko með, nú segir bara með listina eða leikhúsið, að það að hafa sko slaufað samkynhneigð svona langan tíma. Sko, ég var að hugsa þetta daginn, er ég betur? Nei, ég svolítið betur fyrir samfélagi, ég betur fyrir leikhúsi. Allir þessi listamenn sem hafi farið forgörðum vegna þess að leikhúsi ofboðslega homofóbísk samfélag og hefur verið það bara lengi, að þeir eru að missa af svo rosalega mikið af góðum listamönnum. Íslenska þjóðin að missa af rosalega góðum listamönnum. Með því að halda ykkur niðri? Já, algjörlega. Og það bara þeirra mál, veist. Þú ert líklega yngst hérna. Hér, já. Þú ert mest af framtíðinni sem Já, einmitt. Og hvað, hefur þú trú á því að framtíðin verði myrk? Ég á þeim aldrei og þú líka, við trúðum ekkert að framtíðin yrði myrk, við trúðum alltaf að hún yrði bjartari. Já, miklu bjartari. Það komið fólk sem eiginlega trúir því að framtíðin getur orðið myrkari heldur fortíð. Það lítur ekki vel út núna, bara eins og Greta var að tala með allt þetta tradwife content sem í gangi, með Möggustínu sem var handtekinn og bara drullað yfir hana á netinu og bara hvað að gerast í Bandaríkjunum, hvað að gerast í Úkraínu, Palestínu, það eru stríð út allt, það virðist ekkert vera að lagast neitt af því að það einhvern veginn er svo stór hópur fólk sem einhvern veginn bara situr á og líður eins og við getum ekkert gert eða við getum ekkert verið með neitt inngrip til að laga ástandið. Svo ég veit það ekki, mér finnst að ég ekki einhver Pollyanna, sko, ég ekki eitthvað, þetta verður allt í lagi, þú veist, mér líður ekki þannig. Það er ég var að léta eins og ég væri til þess að fá ykkur til andmanna mér. Nei, mér finnst ástandið ekki vera gott núna, bara ef ég var hreinskilin. En já, bara eins og Bjarni segir, þú veist, það þarf til að rústa öllu, þá þarf eina kosningu. Og svo eru við bara á bakvið með einn kubb í einu að reyna að byggja allt upp frá grunni aftur og aftur og aftur. Að reyna að koma einhverju mennsku inn, að reyna að kenna fólki samkennd og að geta sett sig í spór annara og að reyna, þú veist, að sýna fólki að það alls konar fólk og við erum öll manneskjur og við erum öll rétt á því að bara það sé komið fram við okkur að virðingu. Sko þessi breyting sýnileg, maður getur síðan svona í könnunum, bara tala út frá samkennd og öðru sem svona afstæða til eitthvað maður sér þetta er svona einhverjum yngri kallar, en þetta alveg hræðilega lítið, þetta bara smá svona frávik í einhverju svona rétt þarna niðri. Trump kannski annað, hann nær völdum og notar völdin til þess að þröngva sinni hugmyndafræði upp á samfélagið með afli ríkisvaldsins. En þessi sko menningarlega breyting, hún ekki jafn stór og það. En upplifið því það að til dæmis yngra fólk sé fordómafyllra eða SUS var að halda fund, banna, loka hælisleitendakerfinu, banna síma í skólum. Það hljómaði svo bara innringingatími á útvarpi Sögu frá 70 kalli. Sko, mér líður ekki eins og yngra fólk sé eitthvað endilega fordómafyllra en eldri kynslóðir, en mér líður samt eins og umræðan eins og hún er núna skiptist í svona tvær fylkingar og það bara öskrað frá báðum hliðum og þá hættir meiri hluti fólks, þú veist, það hættir sér ekki í umræðina og af því að fólk er svo hávært öðru megin og leyfir sér að segja ógeðslega hluti undir nafni að þá einhvern veginn virðist vera að fólk haldi að það sé eðlilegt, að megi einhvern veginn segja og gera og einhvern veginn afneita tilvist fólks og segja ljóta hluti það undir nafni og það sé einhvern veginn allt í lagi að því að alþingisfólk gerir það því að
og Trump. Já. Hann kemur og stæri sig að því að hata andstæðinga sína og, Já, og að stæri sig að normalisera einhverju svona sem eitthvað. að sko, fólk þorði ekki að orða sko, ekki einu svona innrúmi held ég. Nei, svo bara þegar maður pælir býta, þetta ekki kristið, á þetta ekki vera svo mikið kristið þetta fólk og við erum ekki kristið, við erum með þjóðkirkjuna hérna, við eigum að vera kristin og kristin þú veist, komdu fram við nákvæmlega neðst og vilt hann komi fram við þig og svona ímislegt og maður hugsaði fyrir ekki hann þetta fer ekki saman. Já, hvað er Þeir þessi nota sömu samkend? biblíu og segja að konan skal vera undirgefin manninum. Já, akkurat. Einmitt. En það er líka bara eitthvað svona, þú veist, það er margt í þessu, þú veist, við komumst ekkert að neinni niðurstöðu hér, en það er svona, ég allavega einn af mælikvörunum sem ég nota þegar fólk er að tala saman leið og einhverja aðili nær að afmennska annan hóp á einhvern hátt og þá er einhvern veginn öll, þá bara nei, þá hætti ég að hlusta viðkomandi, af því þú veist, það er ekki þetta tala svona, þú veist, til dæmis að tala þú veist, kynjafræði nema eða kynjafræði kennara sem, hvað var það, skálaklifta, það var eitthvað svona fjólublátt hár með skálaklippingar eða eitthvað, það var einhver orðræði sem við sáum einhvern tímann, þá bara eitthvað, ok, viðkomandi er kannski með punkt, en leiðu þú ferði einhvern veginn að snúa í að lítillækka og einhvern veginn að tala illa bara til þess að gera grín, en ekki tala bara hvað allir að tala Ég nú verið að gera grína miðflokknum með það. Já. Hæðast það. Já, þú kallar þau ekki dýr Kakkalakka. eða geimverur eða smættar þau niður í einhverja fígúru. Akkurat. En talandi gjanna. Og við erum að tala miðflokkin sem er bara stjórnmálflokkur í Íslandi, það má alveg tala þetta er tjáningafrelsi. En hvað er tjáningafrelsi? Er það tjáningafrelsi að ég geti tala bara sessunund minn sem ekki mannesku heldur bara einhverja hugmynd eða einhverja fígúru. Það sem að við fara með kynjafræðslu og kynfræðslu í skólanu til að grúma leikskólabörn. Já. Og að transfólk sé bara nauðgunar bara í annarlegum tilgangi til þess að transfólk sé aðeins til þess að nauðga konum. En ef við ímyndum okkur að miðflokkur sé að hlusta, að þá eru svona orð sem að triggera þá, svo að maður noti svona úr þessu sem að þið hafi verið að segja hérna. Já, bakslag. Já, það síður á þeim, sko. Já, gaslýsing, það síður á þeim, sko. Af hverju? Ég veit það ekki, ég bara tekið eftir þessu. Já, svo er það við sem erum svo viðkvæm. Skrifa gaslýsing, ég fengi sko bara heilan her. En svo erum við svo viðkvæm og við erum svo algjörlega fullkomlega ekki rökræn heldur bara einhverjar vitlausar tilfinningaverur að við erum svo fróðufellandi og bara, já, einmitt. Bara spenntaði belti Snorri. Ég er bara að benda á hvað umræðan getur orðið sko, það er orðið bara sér lingó sem er til á sikuru. Já, ég meina þetta er sama lingó og það er á bannorðalistanum hans Trump sem er bara ríkisstjórn Bandaríkjanna. Ef þú flettir í gegnum orðin það er bara kynjafræði, critical race theory, allt þetta. Nei. Og það er meira sig að sko háskólinn í Íslandi gæti mist sko samtengingu við háskóla í Bandaríkjunum út af þessu. Þetta er bara raunverulegt sko. Nákvæmlega. Þetta er bara að koma. En mér langaði aðeins að því að í þessu, að því að sömuleitt er sýningin svona eins og samtal. Já. Eitt sem að varðið að svona uppgang kannski fasismans, að þá er það nei, þú mátt ekki kalla hann fasista sko, að þá býrðu þetta gjá. Og hún mátt ekki, hann svo talar hann einhver stjórnlausan rasism og ég segi þetta er rasism, nei, hún mátt ekki kalla rasista, þú kannast ekki við þetta. Þá er það orðið þeir sem að hafa hingað til talið sig vera bara viðhalda opnu, valdreiðu, lýðræðislegu samfélagi og menningu sem að rúmar alla. Allt inn að vera þeir að gæta sín að því að þeir geti búið til sko fasisma með því að orða þetta sem fasisma. Þess vegna er þetta raunverulega okkar sök. Alltaf. Kannast ekki við þetta? Jú. Einmitt. Þetta er svolítið sérstök staða. Já, þetta er, já. En þú veist, hvernig öðru við segjum að tala um þetta á þess að tala um þetta? Ég skilir því. Ég bara spyr. Mér finnst sko sýningin vera svolítið svar við því. Að hún... Já, eða bara fleiri spurningamerki. Það er allan mjög erfitt að leysa þetta, því ég hef alveg líka sko, maður er alveg líka þurft að horfast í augu við sjálfan sig. Ég átti ofboðslega áhugaverð samtöl við danskan kollega minn, svona þegar vorum maður bara svona rétt svo að byrja að fara af stað og ég var svona að segja honum frá konseptinu í verkinu og við vorum líka eins að tala svona þú veist, háskólasamfélagið og
að núna þetta, þú veist, þar framgangu bara á Norðurlöndunum líka, þú veist, það að koma mun svona róttækari hægri sinnari ríkisstjórnir bara allt í kringum okkur. Ég ætla ekki að kalla það neitt annað en það. En hann sagði svo ofboðslega góðan punkt og þetta bara maður sem ég bara ber mikla verðingu fyrir að við ættum, við bara gætum að láti þetta okkur að kenningu verða. Að nú sé verið að ritskoða, það er verið að stokka upp í til dæmis Goethe-institút sem risastór svona styrkja vettvangur fyrir alls konar menningar tengd málefni á Norðurlöndunum og það er verið að stokka upp í því og það á að verða meira til þess að stuðla að viðhaldi danskrar tungu og tungumál og svona gildin, þýsku gildin og svoleiðis og allt þetta og svona þjóðargild og þetta fær svolítið svona svolítið svona óþægilegan blæ á sig og að þetta sé einhvers konar form af ritskoðun en vinstrið búið að vera standa fyrir ritskoðun sem náttúrulega það sem kallað slaufun að í fjölda ára sagði þessi kollegi að við erum búin að vera að stýra, við erum ekki búin að vera að styrkja einhverja hægri sinna menningarframleiðslu, við erum búin að skamma opinberlega listamenn og pólitíkusa hvort heldur sem það sem fara fram með eitthvað sem við kallum hatursorðræðu eða hvað sem það og núna eru þeirra komni með stýrið á þjóðarskútunum og þá getur þeir ritskoða okkur en svo ritskoðan fer alltaf öðru sér fram hún raunveruleg okkar kannski félagsleg í hennum svona samfélagslega sáttmála eitthvað svona nei kæri vinur við notum ekki ennorðið eða nei kæri vinur við ætlum ekki að segja þetta ekki sniðut og það náttúrulega slaufun og þá fólki kanselerað en nú verið að hægt og rálega, hægt og bítandi allan í menningageranum að í Norður-Evrópu þetta byrjað að það ekki lengur eftirsótt að fá verkum hamfarahlýnun eða hinsegin málefni eða málefni innflytjenda eða og þá hugmyndið svo að svona vinstri mennska yfirtók háskólana og það sem kemur þaðan ekki sannreind þekking eða annað slíkt heldur þetta bara hugmyndafræði þetta bara að nota sem tæki fyrir þess að þröngva upp á samfélagið einhverju hugmyndafræði sama á við listir og leikhúsið þannig að núna erum við komin til valda og nú verðum við að koma okkar gildum þarna inn Þetta heitir 7 fjallakenningin í Bandaríkjunum að við verðum að til þess að ná stjórn á samfélaginu verðum við að ná menntakerfinu við verðum að ná afþreyingu og listum við verðum að ná fjölmiðlunum og við verðum að ná dómskerfinu og það er bara kerfisbundi verið að koma og ástæðan fyrir að við erum í svona vondri stöðu í samfélaginu að vinstri fólki náðu öllum þessum grunnstóðum samfélagsins þannig að við erum þannig í menningarstríði sem nær til Evrópu eins og þú lýst Nei, en bara við erum búin að vera að stunda einhvers konar ritskoðun held ég, alveg ég hef alveg þurft að horfast í augu það ég meina ég hef alveg skammað eitthvað fólk fyrir að segja einhverja hluti og er það ritskoðuna tilburðir en er það sama er það stigsmunur eða eðlismunur á því ef til dæmis að veri bara styrkja umhverfi á Íslandi væri breytt þannig að það væri einhver svona bannorð og ef þú ætlar að gera listaverkum þetta eða hitt þá færði ekki styrk eða á ég bara að láta með þetta kenningu verða og þetta allt í nafni tjáningafrelsins Svona annars konar vald Svona slaufunarvaldið getur líka verið bara Bjarni þar sem hann bara ítt út úr og hann fær ekki sama séns og aðrir sem getur verið til í menningu og örugglega til í leikhúsum og þú varst að tala að leikhúsið hafa verið hinsegin fjandsamlegt hefði kæft niður homma algjörlega Jú Herðu, en ekki allir þessir eitt í varðandi nafnið á leikritinu skamma þríðningur hlýtur þá að vera bara frá helfurinn eða hvað meðal annars, já Bleiki þríðningurinn, já svona vísun í bleika þríðningin, já en það var eiginlega stertabenda sem leikhópurinn heitir hvað í verðinu það? Herri, þetta Bjarni komin að sáðan það nú verið komin 10 ár síðan við byrjuðum og fyrsta verki sem við settum upp var þýst og eftir leikskáld sem heitir Maríusson Mæjenburg sem hefur mikið verið settur upp hérna heima og heitir Perplex á frumálinu sem að þýðir
glundróði, ringulreið, óráðsía, eitthvað svona alls konar. Með svona margræðið orð og ég þýddi þetta fyrir okkur þegar við settum þetta upp og þá fann ég í orðabók frá Laxness þetta orð, stertabenda, sem að vísa til þess þegar hestar flækja töglin sín saman og eru þá fastir í stertabendu og allir og enginn kemst neitt og það er bara mikið stórt flækjustig og okkur fannst þetta bara svo skemmtilegt orð að við notuðum þetta fyrir fyrstu sýninguna sem við gerðum saman og í kjölfarið þá bara notuðum við þetta orð yfir hópinn. Mér finnst þetta passa vel fyrir leikfimi. Ég gerir það sko. Herðu, ég skemmti mig vel á skamma þríðlingum og þakka ykkur fyrir sýninguna og þakka ykkur fyrir spjallið, Bjarni, Greta, Árni og Kristján. Kærar þakkir. Takk fyrir. Við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið að reyna að skilja heiminn sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.